velkomin í hlaðfréttir. Komið sæl og velkomin í hlaðfréttir og ég segi bara gleðilega HM mánuð. Eða, þú veist, er þetta ekki mánuður? Nei, þetta er kannski meira. Meirins að þeir sem ekki hrifnir af fótbolta eru spenntir. Þar með ég talinn, sko. Ég er búin að velja mig strax auðvitað held ég með Kólumbíu. Tengdamóðum mín er kólumbísk og við skálum fyrir henni í Coke Zero Zero. Við erum að tala ekkert koffein, engin sykur og engar kaloríur. Sko, líkurnar á Kólumbíu að vinna HM eru ekki miklar. Já, ertu með listanum fram að þig? Já, byrjuðu Mér finnst alltaf gaman að sjá svona. Já. Ég ætla að giska að líklegasta leiði til að vinna byggt á frá mér, maður sem veit ekkert um fótbolta. Ég ætla að segja að efstir eru Frakkar. Já, það er nú bara... Ég bara giska. Já, það er rétt hjá þér. Samkvæmt þessum stöðlum sem ég er með fyrir fram Eru Frakkarnir efstir? Já, já. Vá. Þeir eru alltaf helviti góðir, sko. Þeir eru besta leikmann í heimi, þú veist, gullbolta hafan, skilurðu. Og þeir eru, eða þú veist, franslið vann meistaradildina. Þú veist, þannig að... Ég vissi það ekki eins og þetta var bara að giska út í bláin. Sko. Já, vel gert þér. En kannski er þetta, þú veist... Hlauptu með mér í gegnum svona 10, þú ert ekki slúðdræði, eða þú ert ekki lengi þig. 10 efstu svona líklega. 10 efstu. Já, og byrjaði efst. Líklegast er? Líklegasta liðið til að vinna er að sjálfsögðu Frakkland, eins og þú sagðir. Þetta var símann, eða? Nei, haldur fram. Frakkland, já. Já. Síðan koma Spánverjar. Ok, classic. Það er classic. Það fyrir við í Englendinga. Ég er svona ekki alveg eitthvað seldur á það. Svo kemur Portugal, Brasilia, Argentína, Þýskaland, Holland, Noregur, Belgía og svo Kólumbía. Eru Noregur ofar en Kólumbía? Já, ég meina þú ert með world class players í norska liðinu. Já, það Hverja? Þú ert með hérna norska frá City, hann hérna Haaland. Já. Svo er eitthvað svona gamalt legend í sko Kólumbíu sem átti að vera eitthvað ógísla góður og James Rodríguez. Fór til Real Madrid og... Jú, hann skoraði eitthvað glæsimark á HM einhvern tímann fyrir löngu og hérna þá var hann bara seldur á mjötvíi. Þannig hann er orðin, hann er okkar aldrei, cirka. Já, ég myndi nú halda að James í okkar aldrei, já. Ég held að Gylfi hafi spilað með honum í smástund í Everton. Vá. Þetta er algjör veisla, sko. Ég var svo til að fara líka bara í gegnum bara svona HM-lögin með þeir, sko. Já. We were singing. Já, við getum tekið það seinna einhvern tímann, sko. Þetta er líka, sko, já. Já, þetta er svo spennandi staður líka. Bandaríkin, Kanada, Mexíkó. Það er eitthvað sjarmerandi við það. En eru ekki svolítið að eyða 3 góðum stöðum í einu? Það er að halda bara HM í Ameríku, HM í Mexíkó, HM á Kanada. Já, ég veit ekki. Hver er pælingin með þessu? Ekki hugmynd, sko. Deila kostnaðinu með eitthvað, þetta er ógísla dýrt. Já. Segjum að færi á bara alla leikina, væri bara all in fótbolta, bara lover, sem pottið einhverjir eru. Það er þetta helviti ríkur. Ég var að skoða miða á Kólumbía, Portugal, sem er hérna á Miami vellinum, sem er Hard Rock vellinum. Já. Ódýrasti miðin bara fyrir áveri er á 130 skall eða eitthvað. En þetta væri massíft ferðalag. Þetta væri bara svo að vera bara heimsreisu. Bara flugvél þangað. Já. Elta liðið sitt er ekki auðveld. Nei. Ég held að það sé margir sem að elta liðið allt. Skilur bara... Já. Er það? Já. Margir? Já, við erum að tala þúsundir. Já, en ég menn það, þú veist þú... Já, 100%. það er óslega dýrst að fara á völlin, skilur Þú veist... Ég myndi segja, skilur ef vellin er að taka svona... 80.000? Já, þá er allavega svona 1000 af þessum 80.000 sem eru bara svona að fara á alla leiki. Potið meira, sko. Já, heldur þau séu svona einhverja típur sem fá frítt? Já. Alveg svo kom hérna með sveitin okkar hérna, hvað er hún, 12? Já. Hún fekk eitthvað svona frítt eða ekki, einhver svona lekilmenn í 12 fengur frítt á einhverju x-leiki, sko. Já, það er mikið frítt, sko. Pældi ég að rífast það að vera lekilmaður. Það var bara 12 lekilmenn. Þetta sprengt 12-una? Já, bara... Ég er að tromma. Já. Ég er búin að venda á byrjun. Pappi minn stofnaði þetta. Ég fattaði upp á húinu. Nei, þú fattar ekki upp á húinu á naumíkiðin. Nei, það er spennandi, sko. Það getur vel verið að maður hlusta Dr. Fútból í fyrst skipta æfinni og bara kannski fá... Hvað, hlustar ekki á kollega Hjörvar? Ég horfi ekki á fótbolta, þannig hvað var í pointi? Bara gott að hafa Hjörvar í eyrunum. Frábær. Já, ég hef aldrei sett á Dr. Fútból hlusta á hann. Það hefur ekkert með gæðin á þættinum að gera. Ég bara horfi ekki á fótbolta og ég bara sé ekki pointin.
í því en þetta geti samt alveg orðið til þess að ég hlusti En þetta er náttúrulega miklu stærra HM en hefur verið sko. Þetta eru 40 og eitthvað lið skilur. Þetta Og var er það- 30, hvað var þetta mikið maður? og er það þá komið til að vera þannig? Þú Já, veist, þetta er 48 lið voru 32 liða keppni sko. Já, það er bara búið að stækka þetta. Svo er alltaf eitthvað svona að finna einhvern eitt svona ákslega sexy, þú veist, Rúrik var sexy gæinn fyrir 2 HM-um Já, og fekk eitthvað 1.5 million followers og svo er eitthvað svona greiðslan alltaf stórt og þó að ég var ekki í fótbolta sem barn eða horfði á fótbolta þá samt fylgdist maður alltaf með HM Já, og spilaði leikina, þú veist, þessi HM tölvuleiki og þú veist, þetta er svolítið bara svo Eurovision, þú veist það horfa allir bara og hafa gaman að þessu Já, og sama, þú veist, það er alveg kannski leiðilegi leikir, ég meina það er fullt af einhverjum svona liðum, skilur, sem hefur kannski ekkert áhuga á í Írak eitthvað, Katar, skilur það er eitthvað spennandi Ég reyndar horfði í, sko, ég fór í eitthvað að því við erum í einhverjum sameilegri grúppu sem ætlar að veðja á HM ég er ekki alveg að nenna því en þá sá ég öll liðin sem er að keppa og ég hugsaði, af hverju er ekki Ísland þarna? Já, við komumst ekki Af hverju fáránleg lið þarna? Það er lið að fara að keppa á HM ég held að búi á þessari eyju þetta er einhver eyja fyrir Þetta tala um hverju sjá Já, búa bara eitthvað, þú veist, 70.000 manns þarna. Já, það er eitthvað mjög lítið Hvað er þeir með? En ekki við? Ég veit það ekki sko. Hvar á leiðinni á HM drullu við og bara töpum öllu og þetta Já, kannski bara, veit ekki, alltaf sé erfiðara fyrir Evrópulið að fara í gegn Gæti verið að þið verið góð í fótbolta En þú veist, svo sem Suður-Ameríkur lið líka góð í fótbolta, ég segi það ekki Ekki að spyrja rétt að manna því, sko En sko, já, ég veit það ekki sko En ef þú þyrftir ekki eitthvað svona, ég verður að vera á Kólumbíu að því að tengdamamma mín er kólumbísk Var eitthvað annað lið svona sem Ég er náttúrulega svolítið Ronaldo maður, sko að þegar ég horfði á fótbolta 2006 til svona 9 þá horfði ég og fylgdist með United þess að segja alltaf að ég sé United maður gæti samt ekki sagt þér frá einum leikmann í United núna það var bara þegar Ferguson og Ronaldo og Rooney þessi gaurar að spila þannig að ég svona, mér þykir vænt Ronaldo Já, þetta er einu titildi sem hann vantar sko Þannig að mér þætti ógeðslega gaman að sjá hann vinna HM en ætla að segja ekki bara Portugal, nummer 2 Já, ég er svona nokkuð sammálaði sko Ég hef aldrei tengt einhvern veginn við það að halda með Englandi það er örugglega því að þú veist flestir horfa á enska boltan og eitthvað svona og England er nátt okkur og svona og Norðurlöndin, mér er skrítið að halda með Norðurlöndunum Þetta væri trillt ef Noregur kemist í úrslit en ég myndi ekki trillt, en væri eitthvað að halda með þeim ef það væri Noregur Kólumbía þá bara fokk Noregur áfram Kólumbía sko. Það er þegar þú veist ég hef enga tengingu við Noreg þú veist ég þekki engan sem býr þarna ég fór daginn til Oslo og sorry þið sem búið í Oslo en I was disappointed sko. Já, það var enginn þarna ég reyndar var þarna á þjóðatíðadegi Normanna, það var allt og mikið af fólki þá eru bara normenn að flykkjast inn í miðborgina bara svo gerist í Reykjavík en það kom mér smá óvart það var ekkert líf þarna sko. Þau voru að segja það eitthvað hérna fólki sem við vorum að taka upp auglýsingu sem sett í Oslo og við vorum með norskt crew og norska crewið var að segja að þú veist Oslo er bara svo dýr eða eina fólki sem kemur yngað er fólkið af skemmtiverðarskipunum sem koma hérna inn í firðina á sumurinn þannig þeir hafa mist segja þau eitthvað svona rosa mikið túrismann þú veist þetta er ekki svo Reykjavík þú veist þið lappa Laugaveginn það er bara allt í túristum það er annað þarna sko en Noregur vissulega gæti unni mig yfir ef ég færi einhverja skíðaferð eða myndi en svona bara svona fyrsta svona kom til Oslo í 2 daga ég var svona og þess vegna ætla ég ekki að halda Nei, en svo náttúrulega líka sko hérna er eins og að tala um á hann eitthvað flottast akkar eðslan og svo er þetta flottast í búningurinn líka svolítið svona atriði sem að fólk fylgist með ég minn alltaf finnst frakkar eða flotta búninga alltaf solid svo er svona Dark Horse eitthvað svona lið sem kemur óvart eitthvað svona Ghana kemst í undanúrslitið eða eitthvað það var gaman að fá Ghana það var eitthvað háaðið sem einhver svona ólíkleg Afríkuþjóð fór ógeðslega langt þannig að þetta verður spennandi sko og líka bara gaman fyrir krakkana að geta fylgt en það eina leiðilega við þetta háum fyrir krakkana er að leikirnir er svo seint sko þú veist þeir eru í þessu 7 og svo 10 og svo bara eitthvað 1 nótt eða eitthvað Já, þetta er kannski ekki beint svona fyrir fjölskyldufólk að horfa á hana 1 nótt en þetta er gott fyrir okkur hinn sko svæfa krakkana og vaka fara á fossin eða eitthvað fá sér eitt túli
horfa okkur leik eitthvað svona það var leikur klukkan 1 nótt þarna Argentína-Ísland núna daginn þegar Messi hitti svon Eðsmára og það bara, já, hæ eitthvað. Já, ég var smá sjokkið að Messi að vera þarna því ég sá eitthvað fyrir leik að Messi var meiddur svo var hann bara að spila. Já, það verður okkur minna og það var náttúrulega ógeðslega margir þarna og þetta var bara svona sjó en hérna, það sem ég ætla að segja í þessu samhengi við erum búið Dominos og ég verð að segja það að pítsurnar frá Dominos eru sturlaðar ég er komin aftur á þykkbotna vagnin ég veit ekki hvað það er bara eitthvað við það er eitthvað nostalgía í því Samanlega. Og svo elskum við ísana frá Kjörís og þar ber helst að nefna núna, akkurat í dag Pólís ísin, ég er með veikt barn heima litla stelpu, 3 ára sem bara lifir á þessu, borðar ekki neitt borðar bara Pólís ananasís og svo er það heimkaup þannig Heimkaup.is, já, það er bara að fara þangað inn leita eftir góðum tilboðum þetta er frábær heimsendingaþjónusta og þið getið sótt vörðan ykkar ef þið getið ekki fengið þetta sent heim í mjóddina Vá Hún búin að glemma því Messi hitti svon Eðsmára Já, en það var ekki sem ég ætla að tala Já, klukkan 1 nótt eitthvað skilur að við vorum hérna að fara fyrir utan og vorum að fara að borða þá sagði hérna einn þekktur söngvari Maron Birnir Hvað segir, horfðu á leikinn og við vorum svona 4 fjölskyldumenn í bíl leikinn, er þetta eitthvað ruglaður Ég skildi ekkert hvað hann var að tala sko. En hann náttúrulega lifir Já, ég meina það, auðvitað horfir hann á leikinn skilur Maður skildi maður þegar maður var yngri maður var ekkert eitthvað að vakna stemma Nei og líka bara svona eins og ég sagði fyrir 2 þáttum þú veist ég upplýðan á dag sem maður var ballaus og var bara eitthvað svona snáðast og hangsa og eitthvað svona því ég var að koma úr þessu brúðköpi og vorum á Egilsstöðum þá fekk ég fekk 2 tilfinningar ég fekk tilfinninguna djúvillig gaman bara eitthvað svona hangsa og gera bara eitthvað og bara hei, förum í golf, hei, förum fáum okkur hérna brauðstangir, hei, hvað er að gera núna en svo rifjaðist líka upp fyrir mig þessi tilfinning þegar maður var þarna og manni fannst aldrei neitt fyrir að gerast og maður alltaf leita sig og manni svona oft leittist það er heilbrigt að láta sig leiðast en þetta er svona 2 tilfinningar sem kom til mannst ekki eftir þessu, maður var yngri Hversu ungur leittist? Ég bara svona eiginlega bara svona fyrir badningnir og ána maður fór svona vinnókslega mikið þegar maður bara, segjum bara í menntaskóla og maður bara svona helgi eða það var ekki skóli og maður vaknar og heyrir einhverjum og maður svona fer eitthvað og gerir eitthvað og svo fyrir sá einhverja veislu og þá hringi ég Benna og hann er busy og svo bara eitthvað svona Já, þú ert kannski háðar en flestir að vera með fólki sko. Já, en þú lítur samt að tengja smá við það að hafa leiðist þú veist, pre-geðveikin sem er núna þú veist, það er ekki hægt eins og láta sér leiðast þegar maður er bara alltaf út allt og á miljón og Já, en fórum bara ekki að sofa fór í tölvuna eða þú veist ef því að leittist, var ekki bara að sofa tölvuna og svo bara þið leittist og bara, nú ætla Benni að sofa Já, eða færi PlayStation En hvað varst að gera? Manstu eitthvað hvað varst að gera bara til dæmis með Heiðu áður en eignaði maður man það ekki, við höfum oft talað um þetta Hvað var að gera á laugadegi bara sem að var ekki eitthvað partí eða einhver event, varst það bara eitthvað chilla Já, ég hefði minni að við farið sund Já, farið sund með Heiðu, já, betur best að fara í þessa laug bóðir að hringja mig, hvað sér bóðir minn? Allir það ekki Ég man alltaf eftir spurningunni sem að maður fekk frá vinnu sínum alltaf að gera eitthvað um helgina það þýtti basically Allir að drekka um helgina Nei, ég ætla ekki að gera neitt það var þá bara að drekka ekki skilur við það nefndi ekki að vera með þér og varst ekki að drekka já, það var svolítið að gera eitthvað þýtti þú veist að fara eitthvað, kaupa sér bjór fylla bílun á túli fara eitthvað partí eitthvað svona tengir ekki við það? Jú en að því ég náttúrulega þekkti miklu minna áður en við fyrir að vinna saman þannig, hvað var Bensi að gera bara svona Örgulega bara sama og þú, nefnum bara í öðrum hring, skilur Já, hvað? Ég veit það ekki Það er alveg málið, maður man það ekki Fara káarleik Fara káar, það er bara ekki alltaf káarleik Nei, ég er bara svona að reyna Ég er að tala þegar það er ekki eitthvað þannig í gangi Þú er bara eitthvað heima hjá þér Því maður fór mjög takmarka eitthvað út í bónus Það er skrítið að munið ekki, sko Þú fórst ekki Það er eins og að segja, maður man ekki maður gleymir öllu Sund var örgulega svona go to en ræktina Varst það regla út í bónus bara að fylla körfuna okkur mat og Já Gerður það? Já, fylla körfuna Já, það er bara svona nammi Hvað varst að kaupa? Varst ekki að kaupa bara eitthvað kjúkling og eitthvað gríska jógúrt og
Nei, bara nammi og morgunkorn eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég man alveg eftir þessu þegar ég byrja að búa á Bárugrandanum með mig, þar sem að þú fór svo seinna mér að búa með mér á. Ég flytti hérna út með skúla. Það tvær til, ég man, það var ógeðslega skrítið, ég man einhvern veginn, við ákveðum þetta, ég fer að búa með skúla, við erum 22 eða eitthvað, og ég man Skúli sagði alltaf löngu fyrir það, þegar við vorum saman vinnuhópur, með hverju myndið þið síst vilja búa með, og Skúli segir eitthvað Fannari, og ég verði eitthvað svo móðgæður, eitthvað, hvað viltu ekki búa með mér? Þú ert báttið svo suppuluður og alltaf eitthvað svona. Og ég eitthvað, bara þá þekkir mikið neitt sko, hefur komið inn í herbergið mitt, það er bara eins og eitthvað musteri. Já. Svo byrjuðum við að búa saman og hann tók það tilbaka, en ég man svo vel eftir tilfinningunni fyrsta nóttin, ég ætlaði að flytja inn á 50 degi, en svo allt inni fæ ég bara svona hvatvísi, ég bara flytja inn núna, kem þá Skúli Jón á deiti. Það er bara einhver stelpa upp í sófa. Ég var að djóka, ég hérna fyrsta nóttin og það er bara einhver stelpa upp í sófa. Það var vandræðilegt. Það fórst ekki bara inn í herbergið? Nei, ég ákvað að flytja inn, fara svo bara aftur heim og sofa heima rúmið sem daginn eftir. Leiði honum að klára þetta date. En ég man svo vel tilfinningunni, þú bara búin að vera alla ævi einhvern veginn í foreldrahúsum, bara í komfortinu. Svo bara fyrsta nóttin, eitthvað svona góða nótt, segja góða nótt við vin sinn, ég margir mér fannst það skrítið. Já, sagðir alltaf góða nótt? Já, bara fyrstu nóttina, maður tampist að segja eitthvað á Skúli. Ég man ekki nákvæmlega hvernig atburðan sem var, en að segja einhvern veginn svona góða nótt, bara svo sofa, vakna svo, blessaður. Hvað gerir það? Já, þetta var æfingu, já, við erum hérna, ég og Benni erum að byrja með eitthvað þátt, já. Herru, við sjáumst. Fekkst þú ekki alltaf hafragrautt móðana þetta? Jú, ég gerði það mjög mikið sko. En fyndið, svo flyttur Skúli út í Svíþjóðar eitthvað atvinnumennsku fótbolta, þú flyttur inn talandi að mun ekki ég man eiginlega ekki eftir að hafa búið með þér. Nei. Manst þú til þess að segja góða nótt við mig eða ég var að horfa hérna á okkar saman félag? Ég man ekki einu sinni eftir hvort við höfum farið saman í bíl í vinnuna eða ekki, skilur. Af hverju man var þetta ekki? Það er fáránlegt. Það bara gerist hratt og maður er bara í einhverju tannhjóli og ég veit það ekki sko. En sérstaklega þetta tímabil sko. Ég bara get ekki munna. Sögðu við bara góða nótt við hvort annan? Það er það sem ég er að pæla. Góða nótt, Benni minn, góða nótt. Ég man alltaf þegar ég bjóða mömmu þá vildi hún alltaf segja góða nótt, skilur. Hún gat ekki sagt góða nótt. Þannig ég var alltaf fokkin og ég sagði alltaf bye. En þá fekk ég bara alltaf góða nótt, bye. Það gekk svona. Hún gaf sig ekki sko. Eðlilega fyndið sko. Þannig að endan með að ég sagði bara góða nótt, ég nenni ekki svona leik. Samt byrjaði ég leikinn. Já, hún er búin að ala þau upp og alltaf segja góða nótt. Já, en ég er að fíblast, hún veit það alveg, skilur við. Þetta er eins og Gunni, vinnur okkar Sigurðarsson. Hann vill ekki kveðja neitt. Nei, hann heldur að maður degi ef hann kveður mann. Já, hann í símtali við hann segir hann aldrei bless. Það skellir bara á. Bara skellir á. Þegar við talandi um HM, hérna við fengum svona glaðning frá happatreyjum. Og hvaða treyju færð þú? HM 2026 og ég valdi þess að ekstra lats fyrir þig og lats fyrir mig. Er það ekki eðlilegt? Jú. Ég gaf nafnilega Elmari svona daginn og hann var svo spenntur, ekkert eðlilega spenntur. Hvaða treyju fekk hann? Hann fekk Cape Verde, grænhöfðaeyjar. Hann bara, hvað er þetta? Að hann vildi bara fá Portugal eða Spán eða England eða eitthvað. En svo finnst mér náttúrulega cool. Það er engin í Cape Verde treyjunni. Þannig að ef ég verið þú, þá myndi ég vilja bara eitthvað ekki típist. Var rosalega ég fengi Kólumbíu. Já, það væri rosalegt. Líkurnar eitthvað, 1/70 eitthvað. Nei, 48, eða 40, það er 48 lið. En okkur þá 72 leikir í þessu appi sem við erum í, hann að veðja okkur leiki. Ég veit það ekki. Já, ok, ég er að vonast eftir Kólumbíu, allt annað er bara bónus. Já, bring it on. Á ég að opna það? Opna þetta. Ok. Kólumbía, það er líka gaman að sjá hvort þú þekkir liðið. Þetta er sniðut konsept maður. Já. Nei, ég get ekki sagt hvernig kólumbíski litur. Er þetta Kólumbía? Hætti þessu. Þetta gera mig spenntan. Það eru vinir okkar. Er það Svíarnir? Það er Svíþjóð. Já. Það er töff að fá sænsku treyjan. Er þetta alvöru treyjan? Já. Ok. Alvöru treyja, þetta er ekki blad. Geðveikt. Vá, takk fyrir mig. Sænska liðið, ég meina það er nú alveg lið til þess að Ég hefði nú átt að fá það, verandi með konu sem fættist í Svíþjóð, en jæja. En okkur sagði ekki Svíþjóð þaðan þegar við vorum að velja lið til að halda með? Já, ég nenni ekki að halda með Norrlöndunum, mér finnst það eitthvað boring. Má sjá. Ég vil náttúrulega fá Portugal. Ég vil náttúrulega fá Portugal. Þannig að það er gaman að sjá hvað ég fæ. Ég ætla að segja þú fáir
Ef þetta er spátt þá ég þykk Spán líka. Danmörk með það? Það er Þýskaland. Þýskaland. Woo! Það er enda geðveikt maður. Ég vil nú plain og fín með svona old school Adidas-logo. Geðveikt, þetta er gaman. Já, þetta er meira. Það fleiri það? Nei, þetta er ekki. Þetta er óslega gaman. Þetta var geðveikt. Gaman að fá eitthvað óvænt. Já. En ég sammálaði með treina sem að Elmar fekk. Það er cool að fá eitthvað svona. Já. Cape Verde. En mér er þótt að meira cool sko. Halda allir að fara til Cape Verde. Það er svo random að eiga svona treyju. Fyndi ég sett, við vorum að tala um Skúla-Jón sem ég byrjaði að búa með sem flutti til Svíþjóðar. Fæði svo bara sænsku treyna. Það er geðveikt. Herri, ég ætla þá bara að halda með Kólumbíu, náttúrulega nummer 1 og nummer 2 Svíþjóð. Já, ég er hrifinn af þessu. Heyrðu, annars bara eitthvað í fréttum eða? Er eitthvað svona sem liggur þar í hjarta eða? Ég hlustaði í gær á, mér er alveg sama þá fólki finnst það leðilegt, en ég hlustaði í gær á podcast-viðtal við Þorgerði Katrínu þar sem hún var að ræða kosti Evrópusambandsins, ekki Benni, hættu. Nei, ég veit það. En ég er samt svo fyndin með þetta sko, því að það er þetta sannfæra mig að þetta sé ömulegt, en það er líka þetta sannfæra mig þetta sé snild. Já. Og ég var bara eftir þetta viðtal bara eitthvað, já, kerfisbreytingar og let's go maður. Bara já við þessu, bara upp áfram, breyta til, eitthvað svona. Já. Og svo, þú veist, er þetta sannfæra mig hitt líka. Þannig að ég veit ekkert hvað ég á að gera hann í ágúst þegar kemur að kjósa þetta sko. Þurfum við ekki að fá... Það er náttúrulega málið, þú getur svo hlustaði á annað podcast, því mér finnst alveg stundu gaman því ég er eitthvað svona elda að taka til að hlusta á alvöru sko. Ekki einhvern bjánarskap eins og í okkur. Við erum bræður Ormsson, það má segja það, því að það eru risa tax-free dagar hjá Ormsson núna til 14. júní. Bara fullt að geðveiku tilboðum, tjekkið á þessu. Svo hvetjum við allar til að tryggja sér miða hjá Happdrætti Háskólans. Það er dregið næst 10. júlí, þannig að ekki vera seina þessu því að þetta eru margar milljónir sem geta unnið. Svo er búið Nóða Sirius og 1 set bitarnir, það er svona go to mitt núna, það er ekkert eðlilega gott að setja þá í skál á kvöldin og hvernig er ég að plata hérna? Ég klára bara pókan, ég er ekki að setja í skál, ég hellu svona í mig. Það var eitthvað svona gaur sem er hvorki með eða móti og bara veit ógeðslega mikið efuruna og fjármál og ríkisskuldir eitthvað svona blíður bara svona veit allt Ríkisskuldabréf? Hann veit ekki ég kann ekki svona segja frá þessu hann veit bara ógeðslega mikið eitthvað svona efnahag og bara eitthvað svona verðbólgu og blí og hann sagði bara að það eru ekkert kostir að gallar í það er bara bæði tekur og bæði gefur skilur þetta fer bara eftir það er ekki hægt að segja já eða nei sko það veit enginn þú veist Nei, það veit enginn Nei, það getur enginn spáð fyrir hvernig það verður Þannig hann rugglaði bara meiri í mér sko Ég var bara að byrja okay. En þau eru ekki að fá einhvern Evrópusinna hérna og anti hérna en verður það kannski bara leiðilegt eitthvað svona debatt og við erum bara eitthvað já, sammála Ég held ekki að þetta eru gröð leiðilegt sko en það getur kannski verið bara svona eitthvað stutt podcast Ég sá hérna mjög skemmtilega frétt að hérna Solrún Diego er að fara að gefa út plötu Tónlist Já, það er bara flott Finnst það ekki random með það? Jó, er hún söngkona? Ég veit ekki Já, góð punktur Hvort það sé bara að gefa bara út gítarplötu Já, eða eitthvað svona Eða píanoplötu Já, eins og hann vinnu minn sem ég ólst upp við saxofónleikarinn Friðrik Karlsson Nei, hann er gítarleikari útlenski svona síðferður alltaf spila á saxofón flottur, er þetta ekki að tengja það? Svona dinner tónlist myndalegur síktár allavega, þetta var uppáhaldans pappa þegar krakki það var ógeðslega fyndið og hann var að gefa út þannig blödu svona dinner tónlist á saxofón það er fyndið en ef þetta er enn önnur eitthvað svona popplata Mér finnst það bara svo random Solrún Diego er þetta kannski barnaplata? Nei, ekki meiri barnaplötur sko En hún verður samtalið svona góð í því, eða ekki? Hún svona Jó, hún er badgóð og eitthvað svona en sko Eða er þetta bara, þú veist coverlög, Adele coverlög, eða þú veist það fokkar mér svolítið upp, sko Fá hann í spjallinga, við höfum alveg hitt hana En nú er hún til með svinguna Gurriar sem var nú líka að syngja Það er allir fattir að syngja Og ekki bara að syngja, hann kemur allt svo óvart hvað allir kunna að syngja Hún var bara í þessari kirkju og það segði þessu bara og ég bara, hver er þetta? Já Þá var þetta hún Og svo líka svona fótboltamenn sem allt í einu farin að gefa út plötur vilja vekk og já, við þurfum að gera þetta eða hvað, þurfum við að gera þetta? Nei Ég er ekkert sérstaklega á því sko Það eru náttúrulega fjöldin allur af sko svona skrýtnum
svona, hvað þú segja, óvæntum tónlistaferlum í heiminum, sko. Já. Þú veist, ég fór að gegnum smá lista þetta, sko, að til dæmis, þú veist, David Hasselhoff, klassískt dæmi. Hann bara frægari söngvari heldur en leikarinn í Baywatch. Er það málið það? Já, hann bara gefum fram á, hann reyndar eitthvað tæpiti heilsunar í dag, en hann kemur fram bara einhverstaðar í Þýskalandi eða hvað það bara á svona stage, svona, hvað segir maður? Stadiums. En hvað var þetta frægasta lagið hans? Var það þetta cover of Hooked on a Feeling? Nei, frægasta lagið hans, sko, ég held ég geti nú spilað þetta er live-flutningurinn það. Þetta er nú bara stutt á þessu lagi, ég er alltaf eftir þessu. Þetta er aðalagið hans. Og ekki bara David Hasselhoff, mástu það að Shaquille O'Neal kom með rapplötu það? Nei, ég get náttúrulega ekki sagt það. Þetta er alltaf lægt. Já, en þetta er yfirleitt bara svona fræga persónu sem hafa eitthvað smá, til dæmis líka William Shatner undir Star Trek. Hann kom, Paris Hilton, Steven Seagal. Johnny Depp, ekki glemma honum. Nei, og mest random er þessi hér. Silvio Berlusconi sem að fósettisráðherra Ítalíu. Já, Jesus. Helvíti random. Og Joe Pesci. Og svo Bruce Willis og Russell Crowe. Menn er eitthvað aðeins að prófa þetta. Ég hef farið á tónleika með Russell Crowe, vissir það? Er hann góður eða? Hann var með tónleikar saman hérna það sem að Húrra var og já, þegar hann var að taka upp eitthvað á Íslandi. Já, þá held hann tónleika hvort það hefur 17. júní eða eitthvað og fólk bara flyktist að, sko. Að því að tónlistin er svo góð? Nei, að því að hann er svo frægur. Það er líka, spæltið að vera svo frægur og byrja að gefa tónlist, bara eins og hann og Johnny Depp og svona. Já. Og þú selur upp í eitthvað venue, þú veist innst inni að fólk gera það bara til þess að sjá þig. Það er svolítið óþægileg tilfinning sem tónlistarmaður. Já. Ef þú ert súperfrægur fyrir eitthvað annað, selur svo inn á tónleika, selur upp, veit hann ekki, þú veist, það er enginn inna því ég er eitthvað góður að glamra gítar og sem svo falleg lög. Það er bara eitthvað Gladiator, 100%. Freedom. Til dæmis, í mann eftir ég vorum að gera hraðfréttir, þá var hann að læknirinn í Neighbours, Alan Fletcher, sem kom til landsins til að spila á tónleikum. Og það var náttúrulega bara fullt. Ekki út af því að hann er frábær tónlistarmaður, þetta hann er Alan Fletcher, hvað heitir hann aftur í Neighbours? Já. Carl? Já, hittu hann ekki það? Hérna er hann. En ekki það, skilur, ég hvet fólk bara til þess að prófa alls konar og gera allt sem það vill. Já, hérna er Jackie Chan. Ég fær á tónleika með Jackie Chan, sko, það væri legendary, sko. Já. Manstu það að Maggie Skeving leki einhverju shiti með Jackie Chan? Já. Djöfull var það gott maður. Og pröfunar hans Magga var ekki að sjá þær einhverstað á YouTube Jú, eða eitthvað. það var hægt, já. Og í hvað að fyndið maður? Það er maður með orku. Við erum að fá hann í podcastið, sko. Já, það er skemmtilegur. Ég var með Agli hérna Eils hérna á Seyðisfirði helgina og Agli Eils, hann er Einars. já. Hanna, ég og Eil vorum á Seyðisfirði og hérna af því ég veit hann nýbyrjar að skíða aftur þannig við fórum að tala um það og svona og hann var að segja mér að hann var mikið á bretti sem krakki, svolítið sem svo ég byrjaði á skíðum mjög lítill mann, valla eftir, fór á bretti var mjög góð á bretti, hætti svo bara alveg nema Eil er náttúrulega eldri en ég og var að byrja aftur núna og ákvað að byrja bara strax á skíðum fór hérna til Madonna og hérna prófaði skíði og bara náði því bara frekar hratt og svo fyrir hann inn í einhvern svona matsölustað bar, einhvern opnar hurðina og það fyrsta sem hann sér er bara Maggie Skeving bara með einhvern hópdans inn á staðnum. Nei. Íslendingar bara eitthvað Já, hann var ekki í ferð með Magga Skeving. Nei. Svo þekkjast þeir eitthvað lítilega og þeir voru bara saman alltaf ferðina að skíða á milli staða. Þeir þekkjast ekki neitt. Þetta er bara svona frægur þekki frægan hæ. Já, ok. Við erum vinir. Ég veit ekkert um það. En hérna, hann var að segja sko, ég er ekki Maggi ógeðslega góður á skíðum, hann er eitthvað góður. Þetta er svona vél. Já, ég get trúið því. Sér ekki fyrir þér? Jú. Og bara stoppar ekki og maður, hvað er Maggi honum gamall? 62 eða eitthvað? Já, eitthvað slís. Já, mér að þú veist, hann er bara, hann er búinn að fara vel með sig, ég getur sagt það í gegnum tíðina. Ég held að þetta er bland af því
Og genetík. Já, það er nefnilega helviti pirrandi. Það er alltaf komið betur og betur ljós að þetta er rosa mikið genetískt sko. Já, og hann kemur samt sko, þetta er alltaf með fólk sem er í fimmleikum með einhver svona djúvulgangi. Það er alltaf í fínu formi, bara sama hvað. Já, eða fólk sem fer í fimmleika og nær langt í fimmleikum er með ógeðslega góð gen. Þú veist, ef ég hefði byrjað fimmleikum bara 5 ára, ég hefði bara gefist upp að því ég hefði bara verið svo lélugur. Ég hefði bara tingið til hliðar og bara fann að minn stíg þú nú til hliðar, fattar þau? Já, lefðu öðrum að komast það. Já, því ég bara hef ekki þessi genetics. Nei. Þannig er það ekki frekar þannig að þeir sem ná langt í fimmleikum eru með þessi genetics og eru þess vegna aldrei feitir. Kannski, sko. Því þú var oft talað um þetta með Tate-vinn okkar, hann verður ekki feitur að þegar hann var svo mikið í fimmleikum. En þú veist, það meikar ekkert sens. Akkur ættir þú bara að æfa óslega mikið og skrakki og þá bara eftir mjór út æfina. Já, nei, ég veit það ekki, en þú veist, já, ég veit það ekki, það er svo mikil ægi og svona í fimmleika samfélaginu, skilur og mikil styrkur, eða þú byrjar bara í fimmleikum sem 5 ára eða eitthvað, á fullu. Og verður það bara óslega sterkur sem krakki og unglingur, já, og þá byrðir það því allæfi. Ég heldur endar að það sé smá þannig, sko. Sammála því. En auðvitað eru, þú veist, alls konar hluti geta gæst, ég segi það ekki. En hefur ekki séð vídeo af þessum super fimmleika gaurum sem bara hætta svo og verða bara spikfeitir? Jú, það til sko. Já, ég held þú getur alveg orðið feitur ef þú reynir það sko. Þannig að þetta meina bara að fólk sem var í fimmleikum í svona mörg ár verður sterkt í grunninn og svona þróar með sér einhvern aga, þannig að það er svona já, það er einhver ægi og hraðari brennsla hjá þessu fólki sko. En ég meina, þú veist, já en þú sér líka bara með fótboltamenn flestir fótboltamenn er í fínu formi þegar hætti að vera fótboltamenn. Ekki Ronaldo. Sko, hann var ekki einu svona sko, ekki Rooney. Nei, hann bara þéttir, þeir eru ekki eitthvað spikaður og í ruglinu, þéttir. Já, ég veit ekki með Ronaldo sko, hann er spikaður sko. Nei, Ronaldo gamli í dag er eitthvað spikaður. Já. Hann er bara gett grínað hann að því hann var í fótbolta og hann bætt á sig, skilur, hann er ekki eitthvað hjólastól. Nei, það er stig á milli, það er ekki bara annað feitt eða það feitur og ert í hjólastól. Þú getur alveg verið með smá bumbu, skilur. Nei, ég meina að því að þú hann er feitar en ég, skilur, og ég er samt alveg 110 kíló og BM minn er 40 plus sko. Að þéttur, sterkur strákur. Já. En það var samt eiginlega sko, hver var hinn? Já, Rooney. Með Rooney líka sko, hann er svo gamall í framan sko. Já, hann eldist ekkit sérstaklega vel sko. Nei. Eða vel, ég veist, bara, já, fyrir til hvernig horfur á það sko. Hvað mennur það? Hann fór í hárigræslu líka? Já, hann er svona Silver Fox svona eitthvað, ef fólk fíla það. Já, það er allir gangur á þessu. Já, en ég er spenntur, það er leikur, þessi þáttur kemur út hvenær? Hann kemur út það var leikur í gær sko, fyrsti leikur var í gær. Þessi þáttur kemur út. Já, hann var frábær sá leikur og svo er bara leikur alla daga. Og er þetta alltaf 1 leikur á dag í smá tíma og svo verða fleiri leikir? Hvernig er fyrirkomulega á þessu? Ég held svona 3 daga eða eitthvað. Þannig að ég veit nokkuð um það, en þú veist, ef það væri 1 leikur á dag þá myndi aldrei klárast sko. Nei, það er góða punktur. Þannig að við skellum okkur í sænsku og þýsku treyjuna. Hver er stjarnan í Svíþjóð núna? Eftir að Zlatan hætti, veistu það? Alexander Isak, hann er í Liverpool, framherji. Alexander Isak. Ætlar að fá þér eitthvað aftan á treyjuna eða? Já, kannski bara Isak Nei, ég held ekki það ekki. Nei. Við þakkum fyrir okkur í dag, við heyrumst aftur í næstu viku, verið sæl.